þessu myndbandi ætlum við að fara yfir hvernig þú skráðir á innri vef Hæfnisins. Þú ferð inn á hæfni.is og smellir á litla kallinn hérna í hægra horninu með lásnum og þar kemur inn á þessa síðu. Smellir á innskráning og setur inn netfangið þitt. Ýtir áfram. Innan skamms ættirðu að fá póst í pósthólfið þitt. Svona ætti pósturinn að líta út sem þú færð til þín. Hins vegar lendir þessi póstur stundum í ruslhólfinu. Þá verður þú ýta á rusl eða junk og þar vinstri klikkur á póstinn og velur rusl eða junk og þar ætti að standa eða sjá ensku hjá þér never block sender, aldrei að blokka þennan póst og þegar það er búið að velja það, þá þarftu líka að færa póstinn yfir innhólfið. Að því loknu þá ætti þetta ekki verið vesen í framtíðinni. Ef þú ert komið með skráningarhlekkinn hér, þá kemstu beint inn. Og þar kemur inn á þessa síðu á forsíðuna. Og það er hnappur sem heitir handbækur hérna uppi. Og þar er hægt að búa til handbækur og skoða allar handbækur sem er í boði. Það er engar handbækur í boði núna af því að þú ert ekki búin að búa til handbók. Svo við verðum að byrja á því að búa til handbók. Og þar sérðu tilbúnu sniðmótin okkar, bæði starfsmannahandbók á ensku og íslensku. Ef þú ýtir hérna besta kompanið starfsmannahandbók og áfram, þá sérðu að hér er hægt að setja nafn. Þá ætla ég að nefna þetta. Starfsmannahandbók Bryndísar, ég vil að heiti það. Og síðan vil ég setja inn mynd af þessu. Þetta er starfsmannahandbók Bryndísar. Stofna. Þetta er forsíðan sem kemur upp, en hér á vinstri hlið sérðu alla kaflaskiptinguna og þetta er dæmi gæðahandbók og þú getur nýtt þér þann texta sem þú vilt hafa og síðan aðlaga restina að þínu fyrirtæki. Í lokin ætla ég að sýna ykkur hvernig við hlöðum niður handbók eða birtum hana, en það er gáfulegt að byrja því að bæta við notenda hér. Ég ætla að setja samstarfskonu mína inn og við ætlum að vinna henni saman. Nú hefur hún líka aðgang að sömu starfsmannahandbók. Ef við kíkjum núna aðeins á textan, þá sér það að hérna er notað heading 2. Það er hægt að velja heading 1 og heading 2. Þetta er aðeins stærra og til að fara tilbaka þá einfaldlega ýtir á örina hér. Það er líka hægt að velja hér feitletrað, skáletrað, undirstrikað og svo framvegis, en það er auðvitað líka hægt að nota flýtileiðirnar. Ctrl-U, Ctrl-I, Ctrl-B til að flýta fyrir sér. Hérna til hliðar líka litapaletta. Ég ætla að velja hérna hjá besta kompaníinu. Ég vil að þetta komi í lit. Ég ætla að setja þetta í fjólubláan lit. Það er fyrirtækja liturinn okkar. Og svo vill ég highlighta nafnið mitt. Lísa. Nei, þarna gerði ég mistök. Það er gott að læra því. Ég verð að muna ýta á litin. Og þetta síðan að vista. Og þá er hægt að highlighta. Nú er þetta vinstri miðað, kannski viljum við að þetta breytist og verði staðrétt eða miðjumiðað og svo framvegis. Og það eru þetta líka hægt að setja þetta upp í punktaform eða númeraform og það er hægt að leika sér mikið með textan hérna. Hér er verið að breyta aðeins textanum og liturgerðinni og ég held ég minni þetta líka aðeins. Ég ætla að fá að setja inn aðra mynd hérna. Og þar kemur hérna þessi flotta teningamynd. Þetta var að kíkja aðeins inn í hérna kaflan sem heitir vinnutími. Ég ætla að sýna ykkur hvernig er hægt á einfaldan hátt að gera töflur inn í sniðmótinu. Hér sjáum við bara svona dæmi vaktaskipulag. Og ég ætla að fá að gera eina töflu í viðbót. Ýtir á töfluna hér til að búa til eigin töflu og það er hægt að bæta við dálkum upp og niðri. Þá ætlum við að smella á þennan hér til að fá uppi dálka og hér fyrir neðan. Nei, ég ætla bara að taka þetta út aftur, þá er X-ið hér. Ég ætla líka að fá til hliðar, beggja hliða, nei, ég tek það bara út.
svona, líka þetta. En síðan vill ég ekki að þetta sé svona gráleitur. Hætta við það, ég vil frekar að miðjan sé gráleitruð. Nei, ég hætt við þetta allt saman, ég ætla að hafa þetta allt saman sem eitt box, svona. Nú ég ánægð með töfluna mína. Allar breytingar að vistast sjálfkrafa og þú getur alltaf farið út úr þessu og skráðið út og komið tilbaka til að halda frá að vinna þegar þér hentar. Og þegar þú ert að koma aftur, þá ferðu bara eins og þú gerðir, en í staðinn fyrir að búa til handbókina, þá ferðu núna í allar handbækur og þar finnurðu handbókina þína. Og svo ef ég vill ekki eiga hana lengur, þá ætla ég nú bara að ýta á eyðinni, en við ætlum að opna hana aftur. Og hér erum við komin. Og nú ætlum við að kíkja á þessa 3 hnappa sem eru hér neðst. Við vorum búin að prófa að bæta við notenda, en nú ætlum við að hlaða henni niður. Við ætlum að fá PDF-skjalið okkar. Við erum búin að aðlaga alla þessa kafla að okkar eigin fyrirtæki og nota fyrir myndina eins og okkur sýndist. Nei, býtu, það gerist ekki. Hvað getur það verið? Það er svo mikið öryggis eftirliti hérna hjá mig. Ég þarf að segja, leyfðu mér að downloada á þessu síðu, takk fyrir. Og svo ætla ég að hlaða henni niður. Þá birtist handbókin hér. Hér glæsilega handbókin okkar. Tilbúin. Ef manni líkar ekki er alltaf hægt að fara tilbaka og breyta. Þá fer maður bara einfaldlega aftur í bókina sína, allar handbækur, og bara breytir því sem maður vill og hleður henni niður aftur eða birtir hana aftur. Af því það er hægt að velja hér að birta handbók, en þá kemur rafrænn hlekkur hér sem bara hægt að kopja með því að smella þetta. Og þessi hlekkur, þetta er rafræn útgáfa af bókinni. Þetta er til að deila til annarra, líka hægt að nýta þetta til að setja inn sem vefpart á eigin vef eða heimasíðu. Og við ætlum að hafa sérmyndband til að sýna hvernig það er gert. Ekki vera feimin við að breyta og stroka út. Það er alltaf upprunalega handritið eða sniðmótið, það er alltaf vistað hér hjá okkur. Þið getið ekki eytt þessu. Það er bara við hjá Hæfnisetrinu sem getum gert það og þetta eru ykkar handbækur sem birtast hér hjá ykkur. Svo ég ætla bara að eyða þessu af því ég hef ekki þörf á þessu lengur. Eyða. Og ef þið ætlið að eiga hana, þá einfaldlega getið þið alltaf farið tilbaka og aðlaga hana að vild. En fyrir nánari upplýsingar notkun innanvefsins og sniðmótana, þá hafið samband við okkur á hæfni@hæfni.is.